Í dæmi 9 erum við með jöfnunarheppi þar sem við ætlum að byrja á að reyna að eyða út annaðhvort x-unum eða y-unum. Og í þessu tilfelli er ég hvergi með það þannig að fjöldi x-a uppi gangi í fjölda x-a niðri. Þannig að ég þarf í rauninni í þessu tilfelli að margfalda báðar stærðirnar þannig að ég fái sama fjölda x-a eða sama fjölda y-una. Og ég ætla í þessu tilfelli bara að velja það að eyða út x-unum. Og til þess að ég geti gert það, þá ætla ég að breyta þessum jöfnum þannig að efri jafnan muni eftir breytingu innihalda 12x og neðri jafnan muni eftir breytingu innihalda mínus 12x. Og til að ég geti gert það, þá þarf ég að margfalda þessa jöfnu með 4. Svo þarf ég að margfalda þessa jöfnu með, mínus 3. Þannig að hvað gerist eftir það? Ég fæ þá 12x pluss 28y jafnt og 104. Svo er neðri mínus 12x pluss mínus 15y fyrirgefiði jafnt og mínus 39. Þetta gerist þegar ég er búinn að margfalda jöfnurnar upp og sem sagt fá þá út að ég er með sama fjölda af x-um nema þær bera mismunandi formerki. Ég get 1 x núna, fæ út 0x hérna og fæ pluss 13y jafnt og 65. Sem sagt þetta er bara svona 13y jafnt og 65, y er jafnt og 65 deilt með 13, y er jafnt og 5. Þetta er þá fyrsta svarið mitt af 2. Og það sem ég veit núna að y er orðið jafnt og 5, þá ætla ég að taka aðra hvora jöfnuna og setja inn í hana þessa þekktu stærð. Og við skulum vinna með það hérna. Ég tek bara upphaflega jöfnu 3x pluss 7y jafnt og 26 og nú ætlum ég að setja inn að y sé jafnt og 5. 3x pluss 7 sinnum 5 jafnt og 26. 3x pluss þá 35 jafnt og 26. 3x jafnt og 26 mínus 35, færi þetta sem sagt yfir. 3x er þá jafnt og mínus 9. X er jafnt og mínus 9 deilt með 3. Og ég fæ út þá að x er jafnt og mínus 3. Og þá er ég komið með 2 svör í þessu dæmi og það er akkurat það sem ég var að leita eftir. X er jafnt og mínus 3 og y er jafnt og 5.